Þannig við höldum aðeins áfram með það sem við vorum að gera áðan. Þá þetta að því að það vantar skjáskotin sem átt að fylgja með hérna í verkefni 9, þó að það séu stílarnir séu, þá vantar hérna það sem er vísað í útlit. Þannig að það vantar. Ég set það inn, en bara áður þá höfum við þetta og þetta bara sýnlausnin mín kærandi, þannig að þið sjáu þetta bara alveg það sama við vorum með, nema núna allir komin einhver takki hérna og eitthvað input. Þannig að þetta rosalega keimlíkt því sem var í verkefni 8. Þannig að hvernig besta leiðin núna að byrja með við það sem við vorum að gera hérna í fyrirlestrinum til þess að láta þetta virka. Já, búa til search formið, grípa þetta hérna og það eitt bara svona sem þú íta takkan og þá þarftu það ekki promise, það promise þegar við köllum þetta með vefþjónustunni. Þegar við gerum eitthvað, þegar við breyðumst við takka þá heitir það og það dæmi event handler, eða event listener. Þannig við þurfum að segja hérna add event listener, ekki kannski að takkan heldur á formið, þetta kemur aftur þetta on submit versus on click, en við þurfum í raun að hafa eitthvað sem að startar þessu. Þannig hvað verður þá flæðið? Búa til search form, setja submit event handler á formið, grípa gildið úr forminu, sem þá það sem ég leita að, taka það gildi og senda inn í fallið eins og við vorum að gera á hann. Og það fall getur þá verið async og getur gert nákvæmlega sama. Svo fara tilbaka ykkur gögn og við gerum ykkur gögnin. Þannig eins og hérna, þá leita ég að tolkien, sæki gögn, tekur rosalega langa tíma, og hérna koma leita niðurstöður og þá þær aðeins formar, þær að taka aðeins auka gögn og þær leyfa mér að fara yfir á niðurstöðuna. Niður fyrir hoppitan, þá aftur leiti ég að því og þá sjáum við hérna uppi að þú búið að breytast í það að vera eitthvað spurningamerki id jafnt og /works og eitthvað og svo koma lokum þessi mynd hérna. Og núna ef ég reloada þessa síðu þá sækir hún þessa bók aftur. Þannig við erum að viðhalda stöðuna á því hvað við erum búin að leita að í slóðinu hérna með svona query string breytu. Og grunnurinn af þessu líka gefinn í þessu hér. Þar sem við erum með eitthvað hérna og hérna viljum við nota History API til þess að uppfæra þetta og ef við förum yfir á MDN og gerum History API og History API svo dæmi svona web API sem við ætlum að skoða meira á eftir að þetta leið fyrir okkur að stýra því hvað gerist í browsernum. Þannig við getum emulata það að einhver hafi ítt á link og ég get ítt á back og forward í browsernum. Þannig ég get sagt hérna ég get ítt á þetta stakkur, þetta tekur við bætum á þetta og svo poppum við af þessu, þá förum við á þetta, þá getum við komið að fyrstu síðunni. Það að segja, nú ég á síðu 3 frá því ég opnaði hennar tab, ég er á síðu 4, fyrir síðan þessi, síðan þar á undan DuckDuckGo leitaniðurstaðan, síðan þar á undan í raun tóma síðan. Svo get ég farið fram og þá ég aftur að setja aftur á stakkin þar sem ég búinn að poppa á honum. Og ég get átt við þetta programmatically í gegnum History API-ið. Þannig ég get sagt history.pushState eða replaceState. Ef ég nota replaceState þá hún uppfærist, þá tekur hún og setur í staðan fyrir að bæta alltaf við. Þá hérna íti ég tilbaka og þá fer ég hérna með query tolkien og svo fer ég tilbaka og þá fer ég með tómustöðuna. En þetta samt sem að bara ein síða sem að gera þetta allt með því að nota pushState. Skiljið hvað ég meina? Þannig að þið þurfum að útfæra það með og það að geta leita hérna og svo leita ég einhverju svona, skilar engu og ef það myndi komið villa
þá, ætti að vera villumeðhöndlun. En þannig að leita núna einhverju king. Mjög mikilvægt að hafa loading state á svona hægri vefþjónustu. Og þá sjáum við hérna að við förum bara upp í 30 niðurstöður. Þó ég hafi leitað að þessu og þetta var eitthvað svona hægt út af því ég fékk tilbaka alveg risastórt JSON. Sjáum bara hversu stórt. Sjáum hérna hún er að leita. 970 millisekundur og skilaði mér næstu 5 megabætum af JSON-i. Þannig að þetta er ókostur við þessa vefþjónustu er að hún skila bara öllu. Þannig að docs hérna, við getum bara að fara hérna og sé, þetta eru 30.000 línur af niðurstöðum. Við ætlum ekki að birta þær allar, við ætlum bara að birta efstu 30. Og þá séum við hérna er eitthvað eftir The Shining, getur farið inn í hana og þá fæ ég aukalega upplýsingar hana. Ég er núna að kalla annað fall í vefþjónustunni sem er bara OL8 eitthvað, við opnum þetta bara í nýjum tab hérna. Þá sjáum við, þetta er bara þetta og þetta skilar mér einhverju The Shining, einhverjum linkum, mögulegum coverum sem við birtum líka og svo hvað þetta gerist, hvað heita sögupersónurnar, það eru mjög margar og hvað eru subjectin eða genrað sem að bókin fjallar Þá fáum við hérna cover, við fáum fólkið, umfjöllunarefni og staðir. Þannig við birtum þetta úr vefþjónustunni. Þetta er bara eitthvað, Þarna getum við reyna að taka hvað sem er og setta upp og þetta getur verið miklu betur CSS eða eitthvað svona. En nú erum við ekki að hugsa CSS-ið af því að þið ættu að geta séð fyrir ykkur hvernig þið gætuð í raun tekið þessi gögn og CSS-aðu síðan þegar þið eru búin að þessu. Nú erum við bara að hugsa hvernig sækjum við gögnin og birtum bara þau í svona einföldustu mynd. Þannig að þetta er verkefni 9 og ég þá alveg eins og í verkefni 8. Við erum að vinna með DOM-ið, við erum að búa til hluti og breyta og finna hluti og eiga við þá. Nema núna erum við að fá gögnin okkar úr vefþjónustu. Við erum ekki að búa gögnin til gegnum einhvern leik eða eitthvað svoleiðis. Þannig að, ok, einhverjar spurningar varðandi þetta? Já, þessar upplýsingar þannig eitthvað fólk, staðir og eitthvað, er það alltaf þrennt eða er mismunandi eftir því hvað data er? Samkvæmt mínum mjög grófu prófunum á þessari vefþjónustu þá skila allar bækur eða öll verk skila þessum 3 gildum, fólk, staðir og umfjöllunarefni. Hitt var eitthvað svona, sumar bækur voru ekki með lýsingunni, þannig að þá bara sleppti ég því. Já, ein spurning var history API. Já. Er hægt að stoppa fólki frá að fara úr síðunni þá? Er þetta að stoppa? Stoppa með því að, Bara færa það aftur á sömu síðu? Já, það er hægt. Það er hægt í raun með því að einhvern veginn að bjúsa, ég veit ekki alveg hvernig það er, en eina dæmi sem ég man eftir er Facebook. Já, ég var. Og það ef þið hafið einhvern veginn að leita að einhverju á Facebook og svo hafið ítt tilbaka, þá allt í einu bara er fyrsta síðan er bara Facebook. Og það er bara dæmi það af hverju Facebook er drasl sem ætti að brenna í einhverju, af því að Facebook, þeirra módel byggist alltaf því að internetið sé ekki til. Facebook vill bara einhvern veginn svona, internet ekki til, verið bara Facebook og Instagram og WhatsApp, verið bara, þetta er svona walled garden, það er svona búið að setja utan þetta svona eitthvað óafínt. Og núna ætlaði að taka þetta enn lengra og segja, það er ekki raunveruleiki, það er bara metaverse. Þannig að þetta er þetta er svona mjög, að mínum svona viti, mjög skrítin leið til þess að vera citizen á internetinu, að láta þetta svona. Eins og til dæmis, hafið prófað að fara á Facebook án þess að vera skráðin á Facebook. Reynt að finna eitthvað á Facebook eða Instagram, eða reyna bara að gera eitthvað án þess að vera á Instagram eða Facebook. Það er ekki hægt. Það er svona mest hostile upplifun sem við finnum frá nokkru fyrirtæki er að reyna að komast inn á þetta. Það er bara, já. Þannig að eyðum öll Facebook krakkar. Það er, já. Ég gerði það fyrir 2 árum. Þetta var erfitt, en nú mér bara drullu sama allt sem við vorum á Facebook. Þetta var Facebook-rant. Eitthvað fleira? Ok, þetta er verkefni 9.